Góðan daginn, kæru vinnir og velkomin. Við erum mætt í eitthvað leik hérna sem Drottinn hefur skipulagt og ætlar að þjálfa og fara fyrir. Við erum leikmennirnir hans og hann er þjálfarinn sem að sem sagt ræður ferðinni og hvernig skipulagið er. Og við höfum góða reynslu af þessari að leiðsögn hans, þannig að við hikum ekki við að gera það sem hann setur fram og við viljum öll fá mikinn og góðan sigur og uppskeru og þetta er leiðin. Hann er leiðin. Og þetta er það sem við boðum og biðjum að fá að gera. Hans leið. Og það er það sem mun blífa, það er það sem mun sigra, því að sigurinn liggur ekkert í neinu nema vilja Guðs, það er nú bara þannig. Og vilji Guðs mun alltaf hafa síðasta orðið og hann mun líka gera það í hverju máli sem er í gangi núna. Það er margt brallað, það er margt spáð og spekulerað og svo framvegis, en sjaldnar spurt kannski hversi vilji lifandi Guðs. Það allt saman er á undanhaldi og enda er náttúrulega bara árangurinn eftir því. Við getum séð hort í kringum okkur og við erum að sjá hvern glundróðan eftir öðrum og menn og konur og harða spanið fram og tilbaka við að koma með eitthvað nýtt og það kemur aldrei neitt nýtt og það er búið að reyna allt, eða ekki? Það er allt búið að þraut reyna hvert atriði og reyna að skipta því út og setja það svo fram aftur og þá er það á haus. Þannig að þetta fer allt á sama veg. Og glundroðin heldur áfram. Akkur ekki núna að prófa það sem við erum að segja hér, hvort að Kristur hreinlega bara virki ekki. Hann mun aldrei virka hvorki í mínu lífi né þínu nema ég láti reyna á það. Og við sem erum búin að reyna svo margt og gera svo margt og höfum jafnvel stokkið verið tilbúin til að stökkva á alls konar. Akkur ekki að stökkva á þetta. Það má þó bara skila því aftur ef þetta virkar ekki. Við höfum stokkið á margt og mörgu höfum við líklega skilað aftur sem að því að það virkaði ekki. Þú mátt gera það líka við trúna. Þú getur alveg stokkið á hana og spurt Drottinn, hann spyr þannig, hann segir það sjálfur, reynið mig einu sinni á þennan hátt, hvort ég opni ekki flóðgáttir himins. Hann hvetur okkur nú bara hreinlega til þess að reyna sig. Það er að reyna þegar þú ert að stökkva á eitthvað, því að hugtakið, hugsunin á baku þá stökkva á eitthvað, er eitthvað sem þú ert ekki viss hvað er í grunninn. En þú ert djörfmanneskja, og er tilbúin til að stökkva á það og stekkur á það. En það er ekki öll þessi stökk til heilla og hamingju. En þegar trúin er annars vegar þá máttu alveg bóka það að hún verður þér til hamingju og heilla. Þannig að þú munt aldrei skila henni aftur en þú getur það alveg. Þeir sem hafa skilað henni aftur, þeir eru svo stund til. En segið mér, hvar eru þessir menn í dag og þetta fólk? Allir sé ekki bara að dæma sjálfan sig til endalausrar písla einhverja. Ég hugsa það. En það er ekki það sem að Kristur dó fyrir. Þess vegna bara vill hann að þú sért hans manneskja í hans ranni og núna er dagur sem hann segir, vertu hjá mér, vertu í mér. Því þá verð ég í yður. Þess að ég vel það að vera í honum, þá opnast á hann til mín og hann er komin þar með. Þannig bara er gangurinn hjá Drottni. En ég get lokað þessari leið. Þá er hann ekki lengur virkur í mínu lífi. Verið í mér, þá verð ég í yður. Þegar hann segir fyrst, verið í mér, þá verð ég í yður. Ég þarf að opna á þessa leið. Já, það má kannski stökka á, já, kannski var það svona á sinn hátt. Maður stökka á trúna á sinn hátt, já, hún er ennþá mitt hlutskipti og ég er ekkert að fara neitt.
það hvarflar ekki að mér, það kemur ekki upp svo hugsun að skila þessu aftur og fara hvert? Til þín? Í öll leiðin til þín? Nei, takk, ég held ekki. Þá skal ég frekar þrauka með drottni. Því að þar þetta bæði, ég er náttúrulega alltaf bjart og fallið til honum, en gangan er alls konar í okkur, það er allt annað mál. Akkur ég? Af því ég held áfram að vera maður, en umfram aðra þýleiti til að ég trú. Það er eini munurinn. Er það mikill munur það? Bara skiptir öllu máli. Akkur segir það, segir einhver. Vegna þess að ég er á leiðin til eilífa lífsins og himnum. Hvernig veistu það? Ég er bara 100% viss það. Og þetta læt ég engan taka frá mér. Bara aldeilis ekki. Ekki svo að skilja ykkur hafi reynt það. Ég spyr, hvernig í ósköpunum ætti hann að geta það? Hvernig í ósköpunum má taka það frá þér þessa fullvísu þína að 2-4? Þú veist bara að þetta er rétt. Eins veit ég að svo sem á trú á Jesú Krist er á leiðinni til þess eilífa lífs á himnum. Þannig að það er ekki deilumálið hjá okkur sem kristnum mönnum. Kannski eru deilumál einhver uppi, það ég reyndar veit ekkert það, ég þekki það ekki og ég er ekki deilu við neitt og hef aldrei verið. En þau eru sjálfsagt til og eitthvað uppi. En það er allavega ekki, snýst ekkert það, hvort að viðkomandi séu á leiðinni til ríkis Guðs á himnum. Allir eru með það á hreinu, þar eru 2-4 og engin deilir það. En svo er kannski eitthvað sem að menn eru svona hártogast og þarna kemur þá bara að þessu mannlega veikleika okkar. Ég tek eitthvað í mig og ég segi þetta á að vera svona, svo kemur annar og segir eitthvað annað og þarna er komin einhver hártogun í gang. Hvað er sannleikurinn? Það má alveg skera úr hvað er sannleikur, því að orð Guðs bara er sannleikur og oft hörum við nú í orð Guðs og það segir okkur það sem að það talar og þar með eru sættir komnar á. Þetta er bók sáttargjörðarinn, þetta er sáttmálsbókin. Þannig við sjáum alveg hvert við eigum að leita í hvaða rann við eigum að fara til þess að fá þá fræðslu sem við þurfum að halda. Það er bara engin spurning það. Og allir þeir sem að ná árangri í sinni trú sem ég veit og þú og fleiri hafa gert, þeir hafa farið þessa leið. Við getum þetta öll. Það er engin hæfar en annar til þess að fara í orð Guðs og lesa það sér til skilnings. Því að þannig er það líka að sama hver maðurinn er, sé hann fylltur heilagum anda, þá gefur heilagur andi í viðkomandi honum útskýringuna á því sem hann var að lesa. Og útskýringin hún staðfestir fullt af hlutum sem að viðkomandi hefur reynt í sínu lífi. Af hverju? Af því að bókin, Biblían er bókin lífið sjálf, bara eins og er. Ekkert eins og ég kannski vildi, heldur eins og það er. Við sjáum ólguna sem var í kringum Krist. Og af hverju var þessi ólga í mannhafinu? Vegna þess að mönnum greindi á hann. Þeir sá ekki allir þetta væri maðurinn, einstaklingur sem Guð ætlaði að senda til jarðarinn og þeir vissu það, gyðingarnir. Þessi fræðsla það þetta myndi gerast gekk með þeim frá kynslóð til kynslóð, þannig það var alveg á hreinu. En svo kom þessi einstaklingur og það þekkti hann enginn. Þér rannsakið ritningarna, segir drottinn, því að í þeim hyggist þið finna frelsið eða eitthvað í þeim dúr. En svo tók hann eitthvað til orða á þann veg að þeir tæki ekki við sér. Sem væri þessi maður sem ritningarnar voru að tala Þarna sjáum við hvað maðurinn, bæði ég og þú og við öll, hvað hann er rosalega eitthvað blindur. Hvað það getur verið rosalega erfitt að komast fram fyrir þessar hugsanir mannsins og staðfestingur hér og þar til þess að komast að með eitthvað sannleika. Ef þú grípir eitthvað í þig
og þá bara ertu þar. Og sumir eru svo þversum í því að það bara er ekki nokkur einasta leið að toga þá af þessum stalli sem þeir sjálfur settu sig á. Hvaða stallur er það? Einhver annar en Guð vill að einstaklingurinn standi á. Það er alveg ljóst. Þannig að við sjáum að við getum verið að setja okkur á alls konar stalla. Og ég get líka lofað þér því að það getur verið mjög erfitt að fá menn ofan af þessum stöllum. Því að þeir eru sannfærðir það sjálfur, hafa byggt eitthvað upp í sér sjálfur sem bara segir hér á ég að vera. Hvað ert þú að gapa? En Drottinn, við getum þakkað Drottni fyrir margt. Og líka það að hann gefst ekki upp í neitt. Hann reynir að sannfæra mannin en fer alltaf aldrei fram úr sjálfum sér. Hann er alltaf með þá kennslu að hann býr til einhver efni, skilur það eftir á manninum til þess að maðurinn vinni úr og sannfærist af því sem hann fékk. Þannig vinnur Guð. Hann segir líka á einu stað að það komi enginn til hans nema frjáls og fús. En hann hefur leiðina að því að opna þennan frjálsa fúsleika minn. Þannig ég kem til Drottins algjörlega sjálfviljugur. Og það er það besta sem að getur gerst fyrir mig. Því að þar er ég frjáls, algjörlega frjáls. Og það er einmitt það sem að maðurinn er skapaður til að vera, þessi frjálsa manneskja. En hver er frjáls? Ef einhver nær því að vera frjáls, þá er það kristinn maður og kristinn kona. Er þetta fólk frjálst? Ég held ég geti fullyrt það, já, margt af þessu fólki er frjálst. En þú sérð ekki mikið af þessu fólki í heiminum því að það er alltaf mann meira og minna bundið af synd. Og syndin fjötrar. Hún hneppir í þrældóm og ánauð. Þannig að það eru margir þrælar eigin hugsana, eigin verka, eigin gjörða og svo framvegis. Hvað er frelsið í þessu? Það er ekki til. Og í þessu kannski deyja menn. En við erum ekki undir þessu álagi. Hann keypti okkur út úr þessu synduga umhverfi og inn í birtuna til sín og þar byrjar öll þessi uppbygging sem við þurfum á að halda. Þegar við frelsumstum, þá erum við raun og veru bara á grunnpunkti. Við erum frjálsar manneskjur, það er rétt, en við eigum eftir að læra þetta frelsi og stíga út í þetta frelsi og viðurkenna þetta frelsi sjálf, fyrir okkur sjálfum. Það er eitt verkefnanna sem að fylgir kristnum manni. Það er þetta. Og þegar hann nær þessu frelsi, það kemur bara með vinnunni, því að þetta er allt vinna, að þá líka finnur hann á sjálfum sér, hann er frjáls frá svo mörgu. Já, hann veit meira þessi orði hver hann er og hvað hann stendur. Og það getur verið alveg gríðarlega mikið frelsi ef þetta átta sig á því. En ég tel að það sé gjöf að ofan. Þetta sé ekki komið frá manninu sjálfum. Kannski er þetta allt saman gjöf að ofan. Já, þetta sé nú ekki allt saman gjöf að ofan. En þetta er allt saman til. Það er til öll þessi lausn sem við þurfum. Þess vegna erum við að boða Jesú Krist og þess vegna er kristinn maður að leita í fræðsluna og kennsluna því hann vill vera þessi frjálsa manneskja. Hann finnur á huga sínum og öllu þessu hvað það er auðvelt að setja utanum hann einhverja fjötra. Þetta er alltaf í gangi. En með trúnni á opni þá getur það ekki gerst því að trúin hún er öflugur af öllu þessu. Sá er meiri í mér heldur en sá sem er í heiminum, segir andri sem er í mér er meiri andanum í heiminum, segir orðið einhvern veginn á þann veg. Og þetta er eitt af því sem að hinn kristni upplifir. Það gerir hann ekkert meiri eða merkilegri.
það bara sýnir það að hann tilheyrir þessu afli sem öðru afli stærra og sterkara. Hann bara undir þessu. Vegna þess að Kristur vann fullnaða sigur og sýndi á krossinu. Þar vann fullnaða sigur. Öll syndin sem að menn hafa drygt, hvaða nafni sem hún nefndi, Drottinn, eins og ég sé þetta, var fylltur af þessu, var upp í rjáfur, og þannig var hann eldur á krossinum, og þar gaf hann upp andan, og holdið sem að dó, það varð allt þar eftir. Og við veitum að þetta er það sem að fer í gröfina, eins og steig andinn upp. Drottinn náttúrulega bara stóð við það sem hann ætlaði að gera, gaf honum líf aftur, og hann kom fram í líkama sínum og í anda sínum. Kannski, ég hugsa hann hafi nú verið meira svona ósýnileg vera heldur nokkuð sýnileg vera, en hann er þarna í þessa 40 daga að birtast mönnum, já, allavega annars slagið. Ég veit ekki hvort hann kannski var, nei, ég held að það nú ekki verið þannig, hann væri bara alveg stöðugt sýnilegur, en hann kom og hann fór, eða hvarf réttar að sagt. Við munum eftir sögunni af lærisveinunum sem að þá var nýbúið að krossfesta Krist og það var nú aldeilis ólga í liðinu þá, og þeir eru inn í herbyggi, einhverju litlu herbyggi að biðja og söngla og gera þessi verk trúarinnar. Þvaldinn stendur á mitt á milli þeirra, bara eins og þeir þekktu hann, maður eins og þeir þekktu. Og Tómas, sem hefur verið kallað Tómas efasendamaður, var náttúrulega búin að heyra þetta upprisun og aldeilis trúðin ekki. Ef ég get ekki sett fingur minn saðan í naglaförin, þá bara trú ég engu. Þannig við bara verið bara rólegir. Og Kristur náttúrulega var þarna þó hann væri ekki sýnilegur, og það er alveg ljóst að Drottinn er þarna. Hann heyrir þetta með sínum eigin eyrum, en þeir sá hann ekki því hann var ósýnilegur, hann var andi. Svo birtist hann og segir, Tómas, komdu hérna aðeins. Og hann sagði, settu fingurinn í naglaförin á höndum mínum og stingdu fingurunum í síðu sári mitt, og hann gerir þetta og sagði, Drottinn minn og Guð minn. Nú gat hann ekki lengur neitt efast það sem gerðist, en hugsaði þeir hvað hann þurfti mikið til þess að trúa. Hugsaði þeir þegar við tökum trú, og þá bara trúum við. Sælir eru þeir sem trúa en hafa ekki séð. Tómas var maðurinn sem að sá og þurfti að sjá til að trúa. Hann þurfti að ganga með fingurinn sinn, stinga fingurinn sinnum í þetta sár. Þá vissi hann að þetta var allt saman raunverulegt og Kristur upprisin. En þessu er ekki til að dreifa í dag, og við fáum bara yfir okkur trúna að gjöf, við trúum. Eins og ég hef oft vitnað að þá fékk ég yfir mig heilagan anda, og þá vissi ég að þetta var allt til fyrir orð Guðs, og vissi þá að orðið var að ganga út, og ég hef ekki látið hjá líða að tala þetta orð, já, til að mynda þessu vettvangi. Það er svona minn helsti vettvangur, og ég þakkláttur fyrir það að svo er, og þetta verður áfram minn vettvangur. Og það eru margir sem að hlusta á þetta, og það eru margir að taka við þessu, það eru margir að fá blessun af þessu. Af hverju? Af því ég er svo frábær ræðumaður, kemur mér bara ekkert við. Heldur andinn sem í mér býr, andi Jesú Krist, heilagur andi, hann talar, og það er það sem fólki er að sækjast í. Þannig að þú sér það getur hver sem eða þeir sem eru kallaðar að Guði, þeir eru þessir erindrekar Jesús og kennarar. Er það eftirsóknarvert? Er ekki bara allt eftirsóknarvert sem að snýra Jesú? Ég ræða því ekkert í að flokka þetta ekki neitt. Ég segi bara að það er allt eftirsóknarvert fyrir hvern sem að gera bara vilja Guðs.
Það er það sem við þurfum. Það er það sem við þurfum að keppa eftir. Það er það sem við þurfum að vera undir og það er það sem kennslan á að snúast um. Vertu bara glaður og glöð með það sem þú gerir innan vébanda safnaðarins. Hvað er það? Já, þú veist það, ég þarf ekki að vita það. En þetta er það verk sem Drottinn vill birtast í þér með. Þannig að þú ætlar að vanda þig við þessi verk hvert sem það er. Ekki til að þóknast mönnum. Þú þarft að vita bara hvað Guð vill með þetta verk og hitt. Ef þú ert að bíða til þakklæti manna, míns þakklætis og annara, þá bara gleymdu því. Því ég geti alveg gleymt því að þakka þér. Við erum ekkert upptekin við það að þakka hvort öðru. Og ég er nú svo heppin manneskja að ég er eiginlega bara gef ekkert fyrir það. Mér er alveg sama hvort ykkur segir takk eða ekki. Ég er ekkert að þessu nema að því ég þekki Guð. Ég vil heiðra hann, tegna hann og tilbýða hann og hann segir konni fara að vinna. Og hér er ég að vinna. Þetta er það sem hann gefur hjarta sem elskar sig. Og hann vil gefa þér hjarta sem elskar Jesú Krist. Og þá ert þú ekkert endilega að pæla í því hver það er sem að talar eða hver það er sem að vinnur þessi þjónustu hlutverk innan kirkjuna. Þú ert bara þakklátur í það að þarna er fólk til þess að gera þetta. Og það er allt málið. Skiptir engu máli hver manneskjan er eða hvernig útlítandi hún er. Hún er bara þess og hinn. Það býr sami andi í okkur. Og hann er að starfa. Hann ætlar að starfa. Hann ætlar að vinna og hann er að vinna. Í þessari manneskju og hinni manneskjunu og viðkomandi er að þjóna í þeim anda sem að honum er ætlað að þjóna í. Anda Jesú Krist, heilugum anda. Við okkur er gefið þetta. Þetta er grunnpunkturinn sem við byggðum allt út frá og byggjum allt út frá. Þegar við frelsuðustum þá stóðum við á ákveðnum grunnpunkti. Hann er Jesús Kristur. En við skiljum ekki nema bara brota því sem við skiljum í dag 30 árum seinna, af því við höfum unnið okkar vinnu. Og við skiljum miklu meira í dag og vitum þar að leiðandi miklu meira hvað við erum að gera og hvað við erum að tala. Vitnisburðurinn eða svona ræða, hún byggir oft meira og minna á eigin reynslu af göngunum með Kristi og það er gott. Því við þurfum að reyna, við þurfum að vera fúst þess að reyna það sem Drottinn er að setja okkur í og umfram allt að þá treystum við Drottni og höfum úthald í þetta. Hver gefur þetta úthald? Lýsistakan mín? Nei, Drottinn sjálfur gefur úthaldið. Maður verður við sterkur að því að taka lýsið og mannst að þú varst krakki þá var þetta sagt við þig. Það getur vel að maður verður sterkur að því að taka lýsi. En öflugur verður þegar þú komið trú og þegar þú stendur í þinni trú. Þá ertu orðið mjög öflugur. Orðin miklu meira en öll lýsistaka heimsins. Af því að Kristur er afli meira öllu öðru. Það víkur allt fyrir Kristi, allt. Nefndu það víkur ef það er vilji Guðs. Og þar höfum við aldrei margar vitnisburð úr orði Guðs. Við munum eftir því þegar að strákarnir fóru á bátnum. Kristur var eftir í landi að koma öllu fólkinu í burtu. Það var mikið af fólki þarna, einhverja þúsundir. Það var ekki þannig. Nei, það getur nú ekki. Já, og getur að vera eitthvað annað. Jú, ég held að það hafi verið þannig. En hann segist að ég átti að taka hann til konungs. Þeir ætluðu bara að ráðast á hann og nú skal það vera konungur minn. Konungur yfir okkur, sögður, og hann skynjaði þetta í hjarta sínu. Og hann segist að lét sig bara hverfa. Hann var ekkert kominn til að vera konungur í þeirra, með kórun og einhverju fallir í skikki. Og þeir fara á meðan strákarnir út á vatnið að róa og svo gerir bara hauga brælu. Og genus þeirra vatn er þannig vatn að það getur horfið alveg ofboðslega aldan þarna. Ég sé það á YouTube, hvað öldurnar maður var alveg, wow maður, það er ekki smáraði, þetta er bara eins og út á rúmsjó.
Og það ábyggilega verið eitthvað slíkt veður sem að þeir lenda í Strákagregin og leist nú ekki á blikuna, og ég skil það vel með það sem maður hefur séð. Og þá kemur Kristur bara gangandi til þeirra, gangandi á vatninu. Og fyrstu viðbrögð þeirra eru náttúrulega bara, þeir bara verða bara frjósa hræðslu. Og það líka alveg hægt að skilja það með svona sínu mannlega hætti, því að hver á ganga á vatni? Hei, það ekki hægt, og við vitum það. Þarna sjáum við aftur hvernig trúin einhvern veginn, hún bara tekur yfir allt. Og verður þetta rosalega sem allt víkur fyrir. Í þessari frásögn, held að þessi frásögn sé í Jóhannesarguðspjalli, og hann sem sagt kemur ekki, Pétur stígur ekki úr bátnum þá í þessari frásögn, en það er öðru guðspjalli þar sem hann sagt frá því að Kristur, sem sagt að Pétur stígur úr bátnum og hann gekk á vatninu sjálfur, en í þessari frásögn þegar þá verður þeir komnir yfir. Báturinn er bara lentur upp í fjöru og Kristur gekk bara á land úr fjörunni á þess að koma við í bátnum. Þannig ég veit ekkert út af hverju þetta er svona. Þetta getur vel verið líka að maður leiður nú stundum hugana því að þetta sé nú bara í raun og veru sitt hvor frásögnin. Að þetta hafi gerst bara 2-3 með þessum hætti, að ég auðvitað bara að hugsa upp á. En ég held að það sé nú ekki svona hinn almenna kennsla að menn séu með þessa kennslu uppi. Þetta er svona bara það sem ég að hugsa upp á. Þetta allavega þá gengur Kristur bara á land af vatninu, en stígur upp í bátinn á einu stað í öðru guðspjalli og fer með bátnum í land. En hvað gerist þar í hinni frásögunni þegar Pétur stíg á vatnu og gekk á vatninu? Eða var það í einhverju annari útgáfur? Það skiptir ekki máli. Hann hastaði á vatnið og það var stilli logn, brjálað veður. Og þessir menn þeir þekktu alveg hvernig genus þeirra þetta vatn gat látið í illviðri. Það var ekkert grín. Já, ætli hafi ekki mist marga báta einmitt í þessum óveðurum sem geisaðu á genus þeirra þetta vatni, og eins og ég var að segja á þá ég séð að það verða engar smá öldur aðna maður var alveg hissa. Þannig að þeir hafa lent í þessum svakalögum öldum. En það var ekkert mál fyrir Krist. Og hann snýrist ég bara á að þeim og alveg bara undan, hvað er trú ykkar? Hann er náttúrulega bara valdana. Hann er maður, en er samt þetta valdana. Hvað er að okkur, strákar? Voru við ekki á leiðin yfir? Auðvitað fóruð þeir yfir. Byrjuðu alveg í brjáluðu veðri og enduðu alveg í staf á logni. Þannig var það. Þetta er Kristur. Hann er þetta enn þann dag í dag. Það víkur allt hér á jörðinni fyrir honum. Allt. Veður, vindar, hvað sem er, það bara hlýður honum. Trúum við þessu? Ég veit ekkert hverju við trúum, en ég trúi þessu alveg, já. Ég tek við þessu alveg eins og nýju netti og ég skammast mín bara ekkert fyrir það. Þetta er það sem ég vil boða fólki. Það er von í svona boðskap. Það er von fyrir okkur í svona boðskap. Og þurfum við annað en von í okkar hjarta. Hvað er vonin í heiminum? Með endalaust tal einhverja vá, loftslagsvá. Svo erum við búin að vera þakin COVID og allir þessari svakalegu umræðu COVID. Það hafa allir skoðanir á COVID og það eru allir sérfræðingar í COVID. Hvað er vonin þegar við erum á þessum stað? Hvað er gleðin þegar við erum á þessum stað? Er þetta ekki góð leið og vís leið fyrir óttanlega að taka sér bólfestu í hjarta okkar? Það er allavega mjög, við erum aldeilis að búa honum farveg með öllu þessu. En það er von. Kristur er von. Og það sáu þeir í bátnum
í þessari hauga öldu og þeir á litlum bátum, það voru öðru sem skipin þá en í dag, og þeir vissu alveg hvað gat beðið þeirra, en það gerðist ekki, að því að Kristus sagði bara þegið þú vindur, og það var bara svo, datt allt niður. Og þeir horfðu hvort og annars og Kristus, hver þessi maður að jafnvel vindar hlýða honum og vatn, það verður bara allt stilli logn. Þetta eiga von að trúa á þetta, og líka býr vonin í því að við getum staðfest í gegnum orðið að þetta allt saman eins og það hefur alltaf verið. Það hefur ekkert breyst, og það nú aldrei fengur í því að geta sagt að það sem þessi strákar voru að reyna, við erum líka að reyna þetta. Af hverju? Af því að við þjónum sama Kristi og hann, eða þessi strákar. Hann en uppreisni. Hann að vísu ekki uppreisni þegar þetta var, en þegar hann reis upp þá kemur hann fram í þessum kraftana sem ekkert stenst. Hann sýnir að þarna þetta býr í honum þegar hann hastaði á vindinn og öldurnar lægðu. Hann sýnir að þetta býr allt í honum. En samt voru svo margir sem trúðu ekkert á hann. Voru svo margir sem bara hjóluðu í hann með orðum og svo framvegis. Og reynda ég voru að spyrja hann spurningar sem hann var alltaf að svara. En þeir tóku ekki við en ég veittu viðtöku. Vegna þess að þeir voru lokaðir í hjartanu. Það sem hann var að segja, það komst ekki þar fyrir, en þangað þarf að koma til þess að úrverði einhver leysing fyrir manni. Þannig að við sjáum að í sjálfum okkur erum við afskaplega máttlaust fólk. En þetta snýst ekkert það að vera máttlaust manneskja, því að þú átt trú og þar býr aflið. Þar býr allt þetta leysandi afl sem þú getur stigið fram í. En þú verður að vilja það. Þú verður að leitast eftir því að fara þennan veg. Og þess vegna eru við sem erum sendir til þess að tala orð Guðs, þess vegna tölum við eins og við tölum. Við búum yfir þessum krafti sem þessi trúarlegu orð hafa, og það mikill kraftur. Það mikil leysing sem felst í orðum hins kristna manns. Ekki hans eigin orðum, heldur það sem hann talar af anda Guðs í sér. Þetta það sem að Drottinn talar Biblían segir. Og þetta það sem Þannig að Drottinn mun fylgja eftir sínum orðum og hann mun leysa úr leiðingi þann kraft sem boðaður hvort sem af þessum manni eða einhverjum öðrum sem talar. Hvað sem hann talar, sé það bara vilji Guðs að hann tali það, þá fylgir orðanum kraftur. Þannig að við sjáum að við getum undirbúið okkur með því, eins og við tölum oft hér, með því að stíga til hliðar. Og það hvatningin, erfitt að stíga til hliðar. Það ekki erfitt, nei, þegar þú veist hvað máli snýst, þegar þú ert komin á þann stað í trúarfræðunum og í trúniðinni, að þú bara þráir það eitt að verði einhver leysing úr orðum og ræðunni sem þú ert að flytja. Og trúin kemur inn í það og segir, þú mátt trúa þessu. Þess að við sjáum, við þurfum að stíga fram. Við þurfum að stíga fram, enda hvetur Drottinn okkur til þess að stíga fram í orðunum, reyni með einu sinni þennan hátt, hvort ég opni ekki flóðgáttur himinsins. Og hann gerir það. Þannig að sér þína trú og viðleitni þess átt, þá stendur ekkert á honum. Hann kemur með það sem hann hefur boðað og þannig verður það alltaf. Hann mun alltaf koma með það sem hann hefur sjálfur boðað. Það kennslan. Það sem hann hefur áður boðað. Ekki það sem ég að boða af sjálfum mér. Hún jafn dauð og þín kennsla. En þegar við erum að boða einhvern sem Kristur hefur þegar talað, þá getum við vænst árangurs. Og þetta eitt af því sem lærist með tímanum að við sjáum árangunni þar.
Og þetta taka allir undir sem á annað borð þekkja mátt trúarinnar. Þeir boða þetta. Þeir boða Krist. Þeir boða hinn uppreisna Krist. Af því þar allur þessi guðlegi kraftur sem hann kom með og skildi eftir í heilugum anda sem tekur sér bólfestu í þeim mönnum og konum sem Drottinn velur sjálfur. Og það býr því sami kraftur í hverri manneskju sem Hvað hún sem sagt sér sjálf allt annað mál og þar eru margir þröskuldar á veginum og hindranir vegna þess að sjálfsmynd manna oft svo svakalega skert. Og skert sjálfsmynd sér aldrei neitt nema ómögulegan mig og ómögulega mannesku í sjálfum sér. En Kristus sér ekki það. Hann sér bara mannesku með anda Guðs í sér. Með öðrum orðum, andi Guðs í mannesku merkir öfluga mannesku í trúnni sinni. Þannig að þetta, eins og við höfum oft talað hér, þá snýst þetta bara aldeilis ekkert mig eða þig. Það snýst Drottinn í okkur og hann fá að nota okkur eins og hann vill. Og hér ég verkefni sem hann hefur sett mig í. Hvaða verkefni hefur þú? Ég veit það ekki. Hefur verið að sinna því? Ég veit það ekki. En það gott fyrir þig að svara þeirri spurningu fyrir sjálfan þig og sjálfa. Við þurfum að geta svarað þessum spurningum og getum auðvitað alveg svarað þeim. Við þurfum samt að svara þeim þannig að þetta sé, já, ég hef verið að gera þetta. Og við erum að tala sannleika. Það eru margir viljur og agri Guðs. En það eru líka margir sem getur tekið sér taki þar og kannski erum við öll þannig, oft getum við og megum við alveg taka okkur taki. Þannig bara þessi ágæti maður að hann vill limpast undan, bara eigin leti eða hvað sem það Þannig að hann þarf alltaf að vera að drífa sig á stað, hann þarf alltaf að vera að rífa sig upp og það allt í lagi. Sumir eru lagnari við það en aðrir að rífa sig upp. En allir hafa þessa tilhneigingu að svona setjast á, þeir eru orðin leiðir á þessu, finnst þeir vera búin að gera nóg. En þessi hugsun í Jesú nafni, hún gengur ekki, hún getur ekki gengið upp. Því að Drottinn bara veit sjálfur hvenær komið nóg. Hvenær komið nóg hjá einstaklingi? Ég bara hef ekki hugmynd það. En ég hvet viðkomandi bara til þess að leita Guðs og fá kraftin og styrkin frá honum. Ég get ekki gefið neitt kraft. Ég get kannski gefið einhverju uppörfun en Drottinn gefur kraftin. Og hvaðan kemur þessi kraftur? Úr trúnniðinni. Hann setur eldin þar. Og frá trúnni kemur styrkur og afl. Og þú ferð að halda ræður sem að leysa mann og annan. Þetta að ganga fram í Guði. Og við sjáum hvað það mikið gagna því að vera ekki sjálfur að þælast neitt þarna fyrir. Eins og ég segi, gefum Guði stundina og leyfum honum bara að ráða ferðinni. Og ferðin þarna bara það sem við segjum. Orðin sem við tölum. Þau skulu vera þannig gerð að þau byggju upp, gefi kraft og þrótt. Þannig sjáum að við getum ekkert verið að blanda okkur sjálfum inn í þau mál. Við getum munum örugglega að fá tíma til þess að gera fullt af einhverju og öllu sem við viljum sjálf. En þegar við erum í verkefnum fyrir Drottinn, þá skulum við leyfa honum að, vera bara það sem hann vill, þessa stund og hinna. Þetta eitt lærdómur sem við þurfum að læra og þetta eitt lærdómur sem margir þetta hafa en þurfa kannski að minna sig á sýnt og heilagt vegna þess að veikleika sem býr í okkur. Og hver sleppur við hann? Ég þekki engan sem þarf ekki að glíma við hann. Þannig að veikleika. Ég veit líka að styrkurinn allur hann býr í trúnni minni og þú segir þetta með mér, í trúnni minni og engu öðru.
Við segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.